Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig streita þróast. Og til þess ætlum við að nota verkfærið streitustegar sem góður grunnur til að skilja og átta okkur á þessari þróun. En alvarleg streita eða streitueinkenni, þau koma ekki til á einum degi. Það þróast yfir langan tíma, magnast upp og hefur svona tilhneigingu til að fara úr böndunum. Svo það er til mikils að vinna að þekkja þessa þróun og þetta ferli til að geta stöðvað vítahringinn áður en í óefni er komið. Þessi myndræna framsetning, hún byggir á 2 víddum. Lárétti ásinn, hann sýnir líðan, frá vellíðan og yfir í alvarlega streitu. Lóðrétti ásinn sýnar starfsgetuna, frá mikilli starfsgetu og yfir í litla starfsgetu. En stigin er settur fram í 5 þrepum og við ætlum að skoða núna nánar hvað gerist á hverju þrepi. Fyrsta þrepið á streitusteganum er svalaþrepið. Á svalaþrepinu erum við ekki að tala streitu sem slíka. Þess í stað er starfsgeta og vellíðan í vinnu í hámarki. Þegar við náum að vinna vel, skila gæða vinnu og höfum góða yfirsýn yfir verkefnin, finnst okkur við hafa stjórn á hlutunum. Erum því ánægð og upplifum vellíðan í starfi. Ástæða þess að við getum skila gæða vinnu á svalaþrepinu er ákveðið jafnvægi þegar kemur að því kröfum sem til okkar eru gerðar á vinnustæðinum eða við gerum til okkar sjálfara og svo þeirra bjargráða sem við búum yfir eða standa okkur til boða. Þegar við erum í þannig jafnvægi getum við nýtt okkur þróaðasta hluta heilans sem er framheilinn, minni okkar og hæfni til þess að hafa yfirsýn og greina flókin verkefni er í hámarki og gera okkur kleift að taka skynsamar ákvarðanir sem byggja ekki bara á innsæi, heldur einnig góðri dómgreind. Þegar við náum því getum við skilað vandaðri vinnu sem er einmitt það sem hvetur okkur flest áfram. Á svalaþrepinu eru því mestar líkur á við höfum góða áhugahvöt, erum helgu starfinu og okkur finnst við hafa stjórn á hlutunum. Kannski ekki daglega og ekki öllum stundum, en svona heilt yfir finnst okkur að hlutin gangi bara ágætlega. Það er einnig á svalaþrepinu sem við eigum hvað best með að læra nýja hluti, tileinka okkur nýja færni, takast á við krefjandi áskoranir, nú eða útvikka reynslu okkar á hæfni. Svalaþrepið er því besta þrepið til að vera á. Við viljum öll stefna því að vera nokkuð svöl. Annað þrepið í streitusteganum er volgaþrepið. Á þessu þrepi finnum við hvernig álagið eykst. Við þurfum því að fara að vinna hraðar og vinnudagarnir lengjast í þeirri von okkar að við séum að ná að bregðast við, ná stjórn og náum að halda okkur á floti. Okkur finnst við alveg hafa brjálað að gera og við og okkar störf vera mikilvæg, en upplifum að við séum á saman tíma ekki að standa okkur, ekki eins og við myndum kannski vilja. Við upplifum að það séu ytri þættir sem hafi komið mest áhrif. Við erum svona síður líklega til að vera að horfa innan við á volgaþrepinu. Við erum frekar að fara að benda á annað fólk í kringum okkur, verkferla, skipulag sem dæmi. Þetta getur valdið okkur óþolumæði og við fyrir svona að upplifa óþolumæði gagnvart vinnustaðnum, samstarfsfólki eða yfirmanni. Á volgaþrepinu byrjar líkaminn að framleiða aukið magn streituhormóna. Þetta er ekki hættulegt og þetta er ekki alvarleg streita, en hún getur samt sem áður farin að hafa einhver áhrif á vinnuframlagið. Og sem dæmi þá getur þetta ástand haft áhrif á minnið okkar, greiningarhæfni, getuna til að hafa yfirsýn og getuna að taka ákvarðanir. Og þetta getur haft áhrif á það að við náum ekki að skila eins góðu starfi. Annað sem hefur áhrif á störfin okkar og svona verður að ákveðnum vítahring og tengist þessu því að við séum að vinna hraðar og lengur, skilum ekki á okkur eins góðri vinnu, það getur haft áhrif á það að það gerist mistök. Og þegar það gerist, þá eykur það auðvitað enn frekar á álagið því að við förum að hreinsa upp eftir okkur og svona lagfæra fyrir mistökin. Á volgaþrepinu erum við ekki eins góð í félagslegum samskiptum og svalaþrepinu. Við getum því orðið svolítið óþolum og pirruð gagnvart samstarfsfólkinu. Og það getur auðvitað gerst líka að fleiri í teyminu eru að upplifa sig á volgaþrepinu sem eykur hættuna á árekstrum. Það verður svona einhver núningur í hópnum.
Að öllu þessu sögðu volgaþrepið ekki hættulegt en við ættum ekki að vilja dvelja þar of lengi og þurfum að fara að bregðast við til að koma okkur aftur upp á svalaþrepið. Þriðja þrepið á streitustíganum logandi þrepið. Nú erum við stödd í miðjum streitustíganum og miðju þrepið nokkurs konar vendipunktur varðandi það hvort við stefnum upp eða niður. Annarkvort stig magna streitan og dregur þið niður þrepin eða við náum að stöðva vítahringinn með því að fá til dæmis hjálp frá fólkinu í kringum okkur og ná þannig jafnvægi aftur. Góðu fréttirnar eru þær að það fremur auðvelt að ná jafnvægi en oft þarf aðstoð. Á logandi þrepinu höfum við tilhneigingu til að horfa meira inn á við. Á volgaþrepinu áttum við til að tengja ástandi við eitthvað utanaðkomandi en á logandi þrepinu erum við líklegri til að kenna okkur sjálfum Okkur finnst við jafnvel ekki geta unnið eins hratt og við gátum, afköstum ekki jafn miklu, gerum fleiri mistök, gleymum hlutum og finnst erfitt að hafa yfirsýn og skipuleggja vinnuna. Þetta leiðir að sjálfsögðu til þess að okkur finnst við sífellt hafa minni stjórn á verkefnum í vinnunni. Á logandi þrepinu líka algengt að við finnum fyrir ýmiss konar andlegum, nú eða líkamlegum einkennum streitu. Andlegu einkenni gætu meðal annars snúið að því að efast sjálfa þig. Og þú spyr spurninga eins og hvað eiginlega að mér, af hverju næ ég ekki að standa mig jafnvel og áður til dæmis og oft höldum við að okkur skorti hæfni og getu en tengjum ástandið ekkert endilega við streitu. Við veltum því jafnvel fyrir okkur hvort að við séum ekki nógu klár eða stöndug. Líkamleg streitueinkenni sem við gætum fundið fyrir eru til dæmis höfuðverkur, magapína og jafnvel vöðvaspenna. Oft glímum við líka við svefntruflanir þegar við erum á logandi þrepinu vegna mikils magns streituhormóna sem halda líkamanum í stöðugri spennu og trufla þannig svefnin, jafnvel yfir lengri tíma. Það ekki notalegt að vera á logandi þrepinu en það alltaf hægt að fá hjálp og ná sér aftur í jafnvægi. Fjórða þrepið á streitustíganum bráðnaðaþrepið. Þá streitan farin að hafa veruleg áhrif á bæði starfsgetuna og líðan okkar. Vinnudagarnir eru farin að vera mjög langir og við erum farin að vinna á jafnvel undarlegustu tímum, til dæmis á næturnar. Og allt erum við að gera þetta til þess að reyna í svona þeirri vonum að komast yfir verkefnin. Því við erum í raun að upplifa það að ná ekki stjórn, að ná ekki yfirsýninni. Og það að upplifa að við séum svona að drukkna, það svona nokkuð lýsandi fyrir þetta þrep. Við raun þannig að við erum eingöngu að ráða við einföldustu verkefni. Og þetta fer þetta ít undir ákveðna líðan, við förum að finna fyrir meiri dapurleika og jafnvel vonleysi. Að hugsanir eins og þetta mun aldrei lagast fara svona að gera vart við sig. Við förum að hafa áhyggjur af afleiðingum. Til dæmis hvað gerist ef við brotnum niður eða hvað gerist ef við leitum okkur ekki aðstoðar. Á þessu bráðnaðaþrepi þá upplifum við svolítið að við séum föst og svona átta okkur á að það muni taka á að komast út úr þessari krefjandi stöðu. Og við enda bráðnaðaþrepsins hætta á að við lendum á vegg, bógnum andlega og líkamlega og það verður svona ákveðið niðurbrot. Síðasta þrepið á streitustíganum brunaþrepið. Sem betur fyrir ekki margir sem lenda þar. Á því þrepi eru mesta líkur á við séum komin í veikindaleyfi og jafnvel til lengri tíma. Við finnum fyrir mörgum andlegum og líkamlegum streitueinkennum á þessu þrepi, finnum jafnvel fyrir örmögnun ásamt vitsmunalegri og tilfinningalegri flatnesku. Mögulega erum við verulega döpur, grátgjörn og okkur reynist erfitt að takast á við athafnir daglegs lífs. Það getur tekið langa tíma að ná sér eftir langvarandi streitu en stundu tekur það þó styttri tíma. Mikilvægt að þú náir aukinni starfsgetu og velja en áður en þú snýr aftur til vinnu. Meiri hluti þeirra sem lenda á brunaþrepinu ná bata og snúa aftur í sitt fyrra starf. Í alvarlegustu tilvikunum gæti þurft tímabundið að aðlaga starfið að einhverju leyti vegna þrálátra streitueinkenna. Það getur tekið tíma að jafna sig og líðan verið sveiflukennd. En ef þú fær stuðning í ferlinu, til dæmis frá sálfræðingi, inn á vinnustæðnum eða yfirmanni, þá eru mikla líkur á farsælli endurkomu til vinnu. Streitustiginn því tilvalið verkfæri fyrir vinnustæði og einstaklinga til að þekkja það, hvernig streitan getur þróast. Já, og búa til sameiginlegan orðaforða til að tala álag og streitu á vinnustæðnum.